Hello? Hello? Yeah, okay. Kæru vinir, gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá ykkur hér í dag. Skulum hefja þessa stund með bæn. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir dásamlegan dag og þennan hvíldardag sem þú hefur gefið okkur. Og við fögnum í þér. Ég bið þér að leiða þessa stund í Jesú nafni. Amen. Við skulum byrja á því að syngja sálminúmer 14, Ó syng þínum drottni, sálmur 14. Sing
halda áfram að syngja og förum yfir í Sálm 64. Þú hæsti Guð. Nú skulum við rísa á fætur og lesa úr Opinberunarbókinni, 3. kafla og 20. vers. Þetta er ritningarstaðurinn sem að ræðumaðurinn hefur valið sér í dag. Opinberun Jóhannesar, 3. kafli og 20. vers. Sjá, ég stendi dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðað með honum og hann með mér. Við skulum biðja. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan stórkostlega kærleika og þetta lofar sem þú gefur okkur að ef við opnum hjartadyrnar okkar fyrir þér þá munt þú koma inn og eiga í dásamlegu samskiptum við okkur og við munum tengjast þér eilíðarböndum. Ég bið þig, Drottinn, að
Hjálpa okkur að tengjast þér, hjálpaðu okkur að ganga á þínum vegum á hverjum einasta degi og hjálpaðu okkur að vera ljós í þessu lífi fyrir þá sem að þurfa á því að halda. Og vilt þú blessa þessa stund og vaka yfir okkur og tala til okkur með þínum heilaga anda í gegnum ræðumannin. Viltu gefa honum orð að mæla og við viljum loka þessari bæn með því að lofa þig fyrir að hafa viljað deyja fyrir okkur á krossinum. Hjálpaðu okkur að deyja sjálfinu og lifa þér. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við syngja sálminn númer 226, Alfrjáls. Þetta er einn af mínum uppáhaldssálmum. 226. Já, lof sé Guði sem að leið fyrir okkur og lét lífið eins og lambið á fórnar altarinu. Nú er komið að því að taka upp gjafir og það er bæði reikningur sem kemur hérna upp og líka með ég setja í körfunar hjá Alexandru og Freyju. Gjörið þið svo vel. Drottinn, við þökkum þér innilega fyrir allar þær stórkostlegu gjafir sem þú gefur okkur. Þú passar upp úr okkur á hverjum einasta degi og gefur okkur allt sem við þörfnumst. Og þakka þér fyrir þau forréttindi að fá að gefa tilbaka til þíns málefnis. Vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda í Jesú nafni. Amen.
Þá komið að ykkur krakkar, nú ætlum við að syngja barnasálm sem að ég hef ekki séð í sálmabókinni en ég söng þetta alltaf þegar ég var lítil og líka systkini mín. Ofsalega fallegur sálmur. Nú ætla Dóri að segja ykkur sögu, gjörið svo vel. En mig vantar glærur. Góðan daginn, krakkar. Hvað segir þið gott? Vá, þeir eru svo mörg í dag. Gaman að sjá ykkur. Herri, ég ætla að segja ykkur eina sögu. Herri, ég vona að þetta virki. Nei. Ég kann ekki á þetta, maður. Ég kann ekki. Can you help me? I have no idea how it works. Yes. Herri, ég ætla að segja ykkur sögu stelpu sem heitir Emma. Og eitt kvöld var hún Emma að byggja háan turn úr kubbum sínum. Svo allt í einu heyrir hún svona bang, bang, bang í dyrnar hennar. Hún stoppaði og hugsaði hver nú gæti það verið? Og hún opnaði leikdyrnar sínar, horfði út og það var enginn. Það var bara enginn. Og svo allt í einu heyrðist aftur bang, bang, bang. Já. Og svo í þetta skipti hún hlustaði og stoppaði og svo hugsaði hver getur það nú verið og svo mundi hún allt í einu að kennarinn í kirkjunni á Hvíldardagaskólanum sagði að Jesús hann kemur og bankar í hjarta okkar. Og svo hún þá lokaði augunum og sagði, Jesús, ef þú ert að banka, þá mátt þú koma inn og vera með mér. Og skyndilega fann hún með svona hlýju og frið í hjartanu sínu. Já. Og svo eftir smá turnin sem hún var að byggja, þá bara datt í sundur. Og hún vildi að vera mjög reið, en í staðinn, hún mundi að hún búin að bjóða Jesús að koma inn, þá
var hún glöð og sagði við sjálfan sig, já, allt í lagi, ég get bara byggja turnin upp á nýtt, ekkert mál. Og hún Emma vissi það að hún kannski sá ekki Jesús, en hún vissi að hún í hjartanu hennar, sem hjálpaði henni að vera blíð og góð og hugrögg. Svo krakkar, þegar þið finni að Jesús að banka í hjarta ykkar, endilega opni dyrnar eins og hún Emma gerði. Svo hann kæmi inn og hjálpa ykkur að vera eins og hann. Ok, við kannski biðja og sem sagt biðja Jesús að koma inn í hjarta okkar því hann alltaf að banka. Ok, skulum loka augunum. Kæri Jesús, endilega bankaðu á dyrnar hjá okkur, í hjörtum okkar og hjálpaðu okkur alltaf að heyra þegar þú að banka og hleypa þér inn svo þú veri með okkur alltaf. Í Jesú nafni, amen. Takk fyrir þetta, Dóvili. Og nú þetta alltaf svona óvænt hjá okkur. Það alltaf svo gaman að því óvænta. Já, nú erum við með 2 ræðumenn. Óvenjulegt, já. Og það Adrian og hann Maxwell Ísak. Gjörið svo vel, komið hérna upp að predika. Gleðan kvildadag allir, gaman að sjá ykkur í dag. Ég með glærir, það heitir Revelation, strákar. Ég ætla bara að byrja með bæn. Okay. Lord Almighty, thank you that we're gathered here today. I want to pray for everybody here, Lord, and I want to pray that when we read the scriptures, may you open our hearts and minds so that we can absorb them and learn from you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Ég ætla að tala á ensku þegar ég að tjá mig betur á ensku. So, okay. Today I'm going to be talking about Revelation chapter 3, and Linda already read this before, but I think I'm going to read it again. Nú ætla ég ætla að tala upp úr þessum kapla, 3. kapla, opinberabókar sem að nú búið að lesa og ég ætla að lesa hann aftur. Já, allt áfram. Okay, ég ætla að lesa hann Revelation chapter 3, verse 20. Here I am and stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with the person and they with me. Ég stendi dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. When I first read this verse, I thought it was a simple verse, simply talking about letting Jesus in our hearts. Þegar ég las þetta fyrst, þá held þetta væri mjög einfalt vers og talaði bara það að hleypa Jesú inn í hjarta okkar. I didn't think much of it. This is something that we see a lot in the Bible. Og ég hugsaði ekkert mikið þetta sést oft í Biblíunni. But when you dig a little deeper, at least when I looked into this, I really didn't understand the meaning, but when I went into it and studied, I saw this had a deeper meaning than I originally thought. Þegar ég fór að athuga þetta nánar og rannsaka í kringum þetta, þá sá ég að það var mjög dýpri merking heldur en það sem ég hélt áður. Jesus here is talking to the church of Laodicea. Hérna Jesus að tala við kirkjuna í Laodíkeu. And this is a message to them because they had started drifting away from God. Þetta skipti það miklu máli þegar þeir voru farnir að fara í burtu frá Guði. And this is expressed in the verses. Við sjáum þetta í versunum í kringum þennan texta. If we go to verse 16, you can see how Jesus describes them. I'll read this. Og hérna sjáum við í hvernig Jesus lýsir þeim í versi 16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skyrpa þér út af munni mínum. It keeps going, verse 17. So you say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing.
but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Þú segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Jesus here is trying to make these people realize that they need to change their ways. Hérna Jesus að reyna að segja að þau þurfa að breyta sínu lífi. Because he loves them, he wants them to repent, and you can see that in verse 19. Hann elskar þau og hann vill að þau yrist. Þið sjáu það í versi 19. And he also calls us to repent Og hann kallar okkur til yrrunar and to let him in. og hleypa honum inn. Have we let him in our hearts? Hefur við hleypt honum inn í hjarta okkar? When you read verse 20 and understand the context, Ef þið lesið 20. versið og skiljið í samhengið sem það er í, it carries more weight. þá verður þetta svona mjög þunga, mjög svona, já. Because Jesus is trying to let these people know, change your ways. Jesus er að kalla okkur til þess að breyta okkar hegðun. Just imagine Jesus. Getið ímyndað ykkur Jesus að banka? I am here and stand at the door and knock. Ég er hér stendur dyrnar og knýja á. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with the person and they with me. Ef einhver heyrir raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum Verse og hann með mér. 21. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me and with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Þann sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. In Jesus' name, amen. Er það ekki? Já. Já, svo sannarlega. Amen. Amen. Sæl. Sæl öll. Góðan daginn. No. Er kveikt á hans? Ég held að þurfa að kveikja á þessu. Okay, Komið. very good. I'm very happy and glad that when I called Maxwell and asked him if he could help me, Ég var mjög glaður þegar ég hringdi í Maxwell og bað hann að hjálpa mér. and we talked a little bit, and Spjalluðum aðeins, I shared the text with him, deildi þessu texta með honum and he was asking me, so what do you want me to do, or how, where, or what? I said, okay, let's just read it. Hann spurði mig hvernig vilt að ég gera þetta og þá sagði hann við skulum lesa þetta saman. And I'm sure we will find something, and there is no way we can go too far from the verse. Og þá sagði hann bara við skulum aðeins skoða þetta saman og við erum ekki að fara neitt mikið út fyrir þetta. So he said, okay, I will share with you on Friday. Og þá sagðist hann að deila þessu með honum á föstudeginum. And I'm so glad because he touched exactly on something that I thought it was very, very important for Og mér today. fannst mjög gott hann gerði þetta því hann talaði einmitt það sem var svo mikilvægt varðandi þessa texta. I was just, of course, during the week praying for him and for me. Ég bað fyrir honum og mér í vikuna And he touched in the context, og hann kom einmitt inn á efnið which is super important. sem mjög mikilvægt. Jesus here, as he was mentioning, he's talking to Christians. Jesús eins og hann nefndi þá hann að tala við kristna. He's talking to his people.
Hann að tala við fólkið sitt. The church of Laodicea, and even we as Adventists, we know we have been identified as Laodicea. Já, við sem Adventkirkjan höfum kannast við okkur sjálf sem Laodíkeusöfnuðinn. So these verses, especially verse 20, Sérstaklega vers 20, is not an evangelistic call. þetta ekki kall, útbreiðslukall. It can well be, of course, it's an invitation for everybody. Auðvitað getur þetta verið boð fyrir alla. But as Maxwell was saying, Jesus here is talking specifically to his people. Hérna Jesús sérstaklega að tala til fólksins síns. He's talking especially to us, Sérstaklega til okkar. as Seventh-day Adventists Okkar 7. dags aðventista. that have most likely accepted Christ long time ago, Sem að hafa jafnvel tekið við Kristi fyrir löngu síðan. have been here in the church, Hafa jafnvel verið lengi í kirkjunni. hopefully week after week, Sabbath after Sabbath, Vonandi á hverju viku, hvíldadag eftir hvíldadag. fellowshipping, learning, Sabbath school. Átt samnendi við trúsískinni sín og stunda hvíldadagsskólan. And this call is exactly for us. Like I said, it's not an evangelistic calling. Og þetta ákall Jesú þarna fyrir okkur, ekkert endilega fyrir þá sem eru fyrir utan. And as you probably have maybe heard sometime, Og eins og þið hafið oft heyrt, he's reaching out to somebody in a very dangerous situation or hann position. að reyna að ná til einstakling sem í mjög hættulegri stöðu. He's reaching out to somebody that thinks he is a Christian, Hann að reyna að ná til einhver sem telur sig vera kristinn, thinks he knows and understands, heldur að hann skilji og viti, but doesn't. en skilur ekki og veit ekki. And one of the things that really got my attention also is that Og það sem kallaði athygli mína var, the verse says, I stand at the door and knock. það þessi vers, ég stend við dyrnar og kný á. But then he says, if someone hears my voice, Svo segir líka, ef einhver heyrir raust mína, so is he knocking or is he speaking? þannig að hann að banka eða hann að tala? Obviously, he's doing both, Greinlegt að hann að gera bæði, isn't it? það ekki? Now, when you think about it, when usually we go to visit somebody, Þegar þið hugsið þetta, venjulega þegar við förum og heimsækjum eitthvað, and today not so much, we don't knock the door, but we ring the bell. Ping pong. svo þannig að í dag erum við ekki að banka svo mikið, heldur hringja dyrabjöllunni. But let's say that we knock, Segjum sem svo við bönkum á dyrnar and then we wait, og svo býðum við, no? er það ekki? Until somebody answers the door. Og svo kemur einhver og opnar dyrnar. But in what circumstances do we knock En við hvaða aðstæður erum við að banka and call? og tala? Usually we would do that if it's an emergency situation, Við myndum gera það ef það væri mikið í húfi. isn't it? When we really want, Þegar við virkilega no, viljum. open. Já, þá vil ég opna þau, fljótt. Because the normal thing is that we knock, we wait, we knock, we wait. Venjulega bönkum við og býðum, þolinmóð. But here Jesus is knocking En hérna er Jesús að banka and calling, og tala, eða kalla. calling probably our name. Kalla mjög líklega nafnið okkar. And that is very interesting to notice. He is standing, he's making a position very clear. Hann er að sýna sína stöðu á mjög skýran hátt. I need you to listen. I'm desperately calling you. Ég þarf á því að halda að þú hlustir á mig.
I'm knocking, I'm calling you. Ég er að banka, ég er að kalla á þig. Now it says, if someone opens the door, Svo segir, ef einhver líkur upp dyrunum, I will come in. þá mun ég fara inn til hans. Oh, yeah, she went ahead of me in the translation. Because he said, I will come in Ég mun fara inn to him. til hans. He's, I don't know, but for me it was a very revealing situation. He wants to come, he's promising he wants to come inside you. Hann er að koma með lofvörð og hann segist vilja búa hið innra með þér. It's not just knocking the door of your home. Hann er ekki bara að banka á dyrnar á heimilinu þínu. He's knocking at the door of you. Hann er að He wants to banka come in you. á hjartadyrnar þínar. Hann vil koma inn í þig. And then he says, and I will eat with him. Og þá segir hann, ég mun neita kvöldverðar með honum And he will me, og with hann me. með mér. But when you read it, it's very easy. You go to the interlinear version of the Bible, Interlinja. Greek word by word translated. Ef maður fer og skoða grískuna hvernig textin er þýddur orð fyrir orð, It actually says, þá stendur í rauninni, I will come into him ég mun koma inn til hans and make him company og vera honum félagskapur as we eat. á meðan Together. við borðum saman. And she mentioned a very interesting, important word. He wants to have fellowship. Hann vil hafa With us. félagskap við okkur. He wants to come in Hann vil koma inn and make you company. og vera þér félagskapur. Now, how long does he want to make us company? Hversu lengi vill hann gera það? What do you say? Hvað segið þið? Have you ever read Matthew 28:20? Hafið þið farið í Matteus og Guðspjall 28:20? It says, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. So, he's offering to come in Hann er að bjóðast til þess að koma inn and makes us company og vera okkur félagskapur forever. alltaf. Now, how is, well, some of us have a family, children, Sumir eiga börn, fjölskyldu og börn, some of you have friends or dear relatives. sumir ykkar eigið nánaættingja og vini. How is life easy? Because it has happened to me Hvernig hefur það verið fyrir ykkur? Það hefur gerst fyrir mig that for some reason I'm að vegna einhverjar ástæðu somewhere else away from the family þá er ég stundum ekki hjá fjölskyldunni minni and I happen to, I don't know, enjoy a very nice restaurant and they are not around. og ég kannski finn virkilega góðan veitingastað og fjölskylda mín er ekki þarna með mér. Has it happened to you that you feel, I would enjoy it even more if the kids were here or Dobile would be here? Hafið þið fundið fyrir að þetta væri svo miklu skemmtilegra ef að fjölskylda mín nánast að væri hér með mér til að njóta. Has it happened to you? Hafið þið upplifað þetta einhvern tímann? That there are certain things Sumt í þessu lífi that are much better in company, þau eru miklu betri þegar við erum saman. isn't it? Er það ekki? And you feel like, I wish the kids were here, or my friend would be here, or my mom would be here. Og maður hugsa, with ég me." vildi að börnum mér væri hérna eða bróður minn eða mamma eða vinur minn. Life is much better in company. Lífið er miklu betra í félagskap. And Christ is here offering that. Og Kristur er að bjóða okkur þetta hér. I want to make you company Ég vil vera félagskapur fyrir þig. till the end, he says.
allt til enda. Now, sometimes Stundum we enjoy actually being a little bit alone. þá njótum við þess að vera ein. Sometimes it's like, oh man, I'm glad they are not here around. Og stundum maður bara ánægður nú maður að leysa við börnin í smá tíma. It happens, Þetta gerist stundum, no? er það ekki? But what about hard times? En hvað þegar það koma erfiðleikar í lífinu? Hard times usually, we don't want to be alone, Þá viljum við ekki vera ein, isn't it? er það ekki rétt? Hard times usually we need somebody. We want this fellowship with somebody, this company. Við þurfum á einhverjum að halda, við þurfum á félagskap að halda í erfiðleikum. And this is what Jesus is offering. Og þetta er það sem Jesús er að bjóða upp á. I will be with you Ég mun vera með ykkur all the days of your life, in the good times and the bad times. alla daga, allt til enda veraldar, bæði á góðum stundum og slæmum stundum. But he is desperately, and we see it as he knocks and yells, Og þar sem að hann er að banka og hrópa á okkur, he's desperately seeking for fellowship with us. þá er hann á örvæntingafullan hátt að bjóða okkur að vera okkur félagskapur. But he wants to have this fellowship in us. En hann vil búa hið innra með okkur. Now, this is something that I want to suggest this morning to you. Because remember, Maxwell already gave us the context. Nú kom Maxwell áðan með það sem að, þetta samhengið sem þetta er í. And as we read, Og þegar við lesum Laodicea Church, Laodíkeu kirkjuna, I want to suggest that they were very happy with the fellowship. kannski voru þeir bara mjög ánægðir með að fá félagskap. They were very happy with being called Christians, Þeir voru ánægðir með það að vera kallaði kristnir, nice company, nice conversations, góður félagskapur, góðar samræður, maybe very good sermons sometimes, kannski voru líka með góðar ræður, not always, við og við, kannski ekki alltaf, very interesting Sabbath school lessons, mjög áhugaverður hvíldadagsskóli, very, how to say, good and interesting to understand the prophecies áttu auðvelt með að skilja spádómana and revelation. og opinberun. They were very happy with the fellowship, with the knowledge, with the understanding of everything. Þeir voru glaðir að vera í félagskap og hafa þennan skilning. But they were not so much with the partnership. En þeir voru ekki svo góðir í að vera hluteigendur. Have you ever been invited, or have you ever been invited, or have you ever seen somebody invites you to a project, to be part of a project? Hefur þér einhvern tímann verið búið að vera hluti af einhverju verkefni? But it seems like you are actually just sitting there to do nothing. Og svo ertu kannski bara þarna og situr þarna og ertu ekki að taka neitt þátt. Has it ever happened to you? Hafið þið lent í þessu? Sometimes Stundum we ask people to help us to be part of our project, or they ask us, við kannski byggjum fólk að vera hluti af einhverju verkefni eða við erum beðin and we are actually just sitting there doing nothing, og við erum kannski bara þarna og gerum ekki neitt. And even if you suggest something like, oh yeah, wait. Og þú kannski kemur með einhverja tillögu og svo ertu bara þakka niður í þér. You kind of feel like, why did I come? Og þá spyrir maður, til hvers var ég að koma hérna? Has it happened to you? Hafið þið lent í þessu? And how do you feel? How does it feel? Hvernig líður manni þá? Even though you are invited to the project, Þó manni sé boðið til að taka þátt, you feel left out. þá líður manni sem að sé skilin út undan.
How many here have ever felt left out? Hverjum hefur einhvern veginn fundist að vera skilin út undan? Nobody? Engin. I have felt left out in some Ég hef occasions. stundum fundið fyrir þessu. When you are part of something but not really part of Þegar something. maður hlutur af einhverju en ekki í rauninni hluti af einhverju. And this is the situation we see here with Laodicean church. Hérna sjáum við þetta með Laódíkíukirkjuna. They were very happy with the fellowship, Þeir voru glaðir að vera í félagskap með öðrum, but not very good at the partnership, at the participation that Christ wants to have in our lives. en ekki duglegir að vera þáttakandur í starfinu sem Jesús vil hafa í okkar lífi. And we sometimes, I was talking during the week with my daughter, Ég var að spjalla í vikunni við dóttur mína and it looks like sometimes we invite somebody to help us, let's say, clean our house, Stundum bjóðum við fólki til að koma og þrífa heimilið okkar but whatever they want to do, we say, no, that I will do it later. og þá segjum við kannski við þannig einstaklega, nei, ekki gera þetta, ég gera það seinna. No, people sometimes feel that you don't know how to do it. I rather do it myself. Og stundum finnst okkur eins og fólk kunni ekki að gera hlutina vel og It þá happens to me at home ákveðum sometimes, við að gera hlutina bara sjálf. isn't it? Þetta gerist, eða ekki? And we are left out. And the Laodicean church was very happy with the fellowship, but not so much with the partnership. Þannig að Laódíkía var ánað með félagskap en var ekkit nógu dugleg að taka þátt. With allowing Jesus to come inside us, as he says, I will come inside you, Og leyfa honum að koma inn í sig eins og and, hann býður upp á. and allowing him to throw what he has to throw, Leyfa honum að henda út því sem hann þarf að henda út. burn what he has to burn, Brenna það sem hann þarf að brenna. change what he has to change. Breyta því sem þarf að breyta. We usually want we want the company, Við viljum kannski félagskapin við hann, but we want to keep what we want to keep. en við viljum halda því sem við viljum halda. We don't want anybody to tell us what we have to throw or burn or change. Við viljum ekki einhver sé að segja okkur hvað við þurfum að gera til að breyta til hjá okkur eða henda eða brenna. And I would like to suggest to you that this is exactly what was happening with Laodicea. Og það virðist vera að þetta hefur verið það sem var að gerast með Laódíkíu. Now my question is Nú, it spurningin what's happening with us? og þetta að gerast með okkur? Are we happy with the fellowship, Erum við ánað með að vera í samskiptum við Jesú, with the sermons, félagskapin, ræðurnar, with Sabbath school, hvíldardagsskólan, but we are not so keen in the partnership, eða kannski erum við ekki nógu dugleg með þannig félags, eða svo sagt, in actually letting him in and do what he needs to do with hleypa our lives. honum inn og gera það sem hann þarf að gera með líf okkar. Because I have a question. Ég er með spurningu til ykkur. Whose life is acceptable to God? Hvaða líf ásættanlegt frammi fyrir Guði? My life Mitt líf or Christ's life in me? eða Krists líf í mér? Whose life is acceptable to God? Hvaða líf ásættanlegt frammi fyrir Guði? Christ's life in us. Líf Krists í okkur. Let me see. Galatians 2:20. Galatabréf 2:20. And there are many others. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sjöldnar fyrir mig. Amen. Amen.
So if Christ's life is the life that is in me, is the life that is acceptable to God, Ef að Krists líf sem í mér ásættanlegt frammi fyrir Guði, should we be opening the door ættum við þá að vera að opna dyrnar, so he can come inside of us ættum við þá ekki að vera að opna dyrnar og hleypa honum inn and let him make us company, og gera það að verkum að hann sé félagsskapur fyrir okkur, or let him make us company and do what he needs to do for our life, eða leyfa honum að vera okkar félagsskapur og leyfa honum að taka til hjá okkur, to be presentable in front of God. svo við verðum ásættanlega frammi fyrir Guði. Amen? Það ekki? He wants to fellowship with us Hann vill eiga félagsskap við okkur and make us company, og já, vera félagsskapur. but he wants to partnership with us Og hann vill vinna með okkur, and change our hearts and our lives. breyta hjarta okkar og lífi okkar. That is the little part that probably Laodicea church was not allowing. Og það var einmitt það sem að Laodíkeu kirkjan var ekki að leyfa honum að gera. And he wants us to conquer, as we read in verse 21. Hann vill að við sigrum, eins og við lesum í versíkulóki, 21, versi 21. and that we will sit with him in his throne, Og að við munum setjast hjá honum í hans hásæti. just as he says, I sat in my father's throne. Eins og hann segir að hann sjálfur sigraði og settist hjá föður sínum í hásæti hans. So, how many of you Hversu mörg ykkar hér inni would like to allow him to do just that? myndi vilja leyfa honum að gera einmitt þetta? He wants to fellowship with us, but he also wants to partnership with us because he needs to change. Hann vill vera okkur félagsskapur og hann vill að vinna með okkur. He needs to change things, he needs to throw things, he needs to burn things Hann þarf að breyta hlutunum hjá okkur, henda, brenna, that don't need to be in our hearts sem and our þurfa lives. ekkert að vera þarna inni í hjartan okkar. Amen. Er það ekki? Shall we pray? Eigum við að biðja saman? Dear Heavenly Father, Kæri himneski Faðir, we thank you very much for the Sabbath day. við þökkum þér fyrir hvíldardaginn, Thank you for for your word. þakka þér fyrir orð þitt, Thank you because you allow us to realize þakka þér fyrir að þú leyfir okkur að gera okkur grein fyrir context, þetta sem að þessi tengs sem þetta í. Father, we thank you because we can understand that these are not only beautiful words, Þetta ekki bara falleg orð, but this is your stand. þetta það sem að þú stendur fyrir. This is what you are looking for with Það us. sem þú ert að leita að hjá okkur. And Father, this morning we want to open the door for you, Núna í dag viljum við opna hjarta okkar fyrir þér and we want to invite you to live inside us. og við viljum líka að þú búir hér innra með okkur. We want to fellowship with you every single day, Við viljum eiga í samskiptum við þig á hverjum degi. and we want to partner with you. We want you to clean our hearts, Við viljum eiga í samstarfi við þig og við viljum að þú hreinsir hjarta okkar to clean our lives. og líf okkar líka. Father, we are allowing you to throw what you need to throw, Og við leyfum þér að henda því sem þú þarft að henda. to change what you need to change, Breyta því sem þú þarft að breyta. to burn what you have to burn, Og brenna það sem þarf að brenna. because we want to be with you till the end of the days. Því við viljum vera með þér þar til allt til enda. We ask you and we pray in the name of your Son, Jesus Við Christ, biðjum í Jesú nafni. and for his soon return we pray. Amen. Amen. Jæja, ekki einhver góður í að spila píanó hérna?
Undirleikarinn okkar, hún örugglega með dóttur sinni frammi. En allavega, við skulum fá hérna næsta sálm upp á skjáinn, sem sálmur 384. Gefðu gætur að Jesú. Eigum við kannski bara að byrja að syngja? Hvað segið þið? Það? Ég var að bíða smá. Sumir vilja bíða, sumir vilja byrja. Já, hún að koma. Esta Lilja, ætlar þú að hjálpa mömmu að spila fyrir okkur? Takk fyrir að leyfa mömmu að koma og spila fyrir okkur. Ætlar þú að vera með blessunarorðin, Adrian? ¿Qué texto usas? Efesios 6, 23 y 24. Efesios 6. 23 y 24. Skulum rísa á fætur og þiggja blessunarorðin. I'm going to read the final blessing from Ephesians 6, 23 and 24. Það að lesa blessunarorðin úr Efesusbréfi 6, 23-24. Peace be to the brothers, all of us, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Friður sé með bræðrunum, það er að segja ykkur öllum, og kærleikur, samfara trú frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible.
Náð sé með öllum þeim sem elska drottin vorn Jesú Krist með ódöðlegum kærleik. Amen. Amen. May God bless all of us. Megi Guð blessa okkur öll. Já, þá bara komið að tilkynningum. Einhverjar tilkynningar frá einhverjum? Ég veit að það að fara að koma ungmennamót á Hlíðardalsskóla. Minnir að það núna í mars. Held að sé 20. og föstudaginn 20. og yfir heila helgi. Og þarna einn með tilkynningu. This is a tilkynningu and an exhortation. Hvað þýðir exhortation á ensku? Invitation. Boð. Motivate people. Að bjóða fólki eða hvetja það til. Couple of weeks ago, Fyrir nokkrum vikum síðan I was talking with one of our deacons. var ég að tala við einn af safnaðarþjónunum And she pointed out that something very important, I think. og hún benti á eitt mjög mikilvægt. I would like to Að safnaðarsystur. invite you and remind you Hann langar að bjóða ykkur og minna ykkur á that to make an effort að virkilega taka okkur á með to start our worship all together. að við byrjum öll saman hérna tilbeiðsluna á sama tíma. We start worship at 11. Við byrjum klokkan 11, We start singing, byrjum söngin offerings, we sing, the sermon, og við erum með alla guðþjónustuna and the whole service is our worship to God. og þessi guðstjónusta okkar tilbeiðsla til And I understand because I do have some little kids, Ég á lítil börn og ég skil vel. and sometimes we can get late. Stundum kemur maður seint. But I would encourage everybody, En ég vil hvetja ykkur including my family, og ég vil hvetja jafnvel mína fallegu